Við þekkjum tilfinninguna. Saint Amani. Jæja, komið þið sæl. Þá erum við komið með Benedikt Ólafsson sem satt Leirubjörg frá Naustum 3 hér í gær og varð heimsmeistari í gæðingaskeiði ungmenna. Til hamingju með það, Benedikt. Takk hérlega. Sko, nú Riki kannski pínulítið búið að setjast. Þetta var í gærkvöldi. Hvernig var tilfinningin að vakna í morgun? Það var góð tilfinning að vakna. Það var svona, maður var alltaf búin að stefna þessu lengi, þannig að þetta var rosa gott, sko. Það var svona, það var mjög góð tilfinning. Þetta var algjörlega frábært gæðingaskeið og það sem fólk kannski áttar sig ekki á sem hefur ekki keppt í gæðingaskeiði, að þetta er svo mikið allt eða ekkert. Þó að þið Leirabjörg séu búin að gera þetta oft og gera það vel, þá þarf samt að láta allt vaða líka í gær og maður sá hvað þú varst einbeittur og ákveðin í því sem þú varst að gera. Hvernig varst að hugsa þetta? Já, þú veist, þetta er náttúrulega, sko, við vorum alls ekki hérna til að taka þátt. Það var alveg á hreinu. Við komum hérna til að tefla öllu fram. Þú veist, ég var ekkert búinn að skoða keppnina utan hana og ég var í raun bara í keppninu sjálfa mig. Þannig að, ég kom bara til að vinna og lagði bara allt fram á borðið og mér fannst við bara gera það nokkuð vel núna. Það er svona nokkur atriði sem hefði viljað breyta en ég var alveg svaðalega kátur með þetta. Það sem var líka gaman að sjá og svo í morgun reðstu hér 5 gang og þessi hryssir náttúrulega búin að vera í svolítinn tíma eiginlega inngöngu í gæðingaskeiði var hvað hún er greinilega vel þjálfuð og þú ert ennþá að hugsa allar hinna gangtegundnar sem skiptir náttúrulega líka máli í þessari grein þó hún sé bara skeiðgrein eða bara gangtegundin skeið. Já, þetta helst allt í hendum finnst mér. Ef hún er góð á tölti þá er hún góð niður á skeið. Og við höfum ekki farið inn á Hringvöll í 2 ár og höfum ekki lagt skeiðsprett í 2 ár fyrir við lögðum hann á heimsmeistarmóti. Þannig að þetta er svona, mér finnst það haldast allt í hendur, bara hafa hana létta og feska og hafa hana mjúka og ef það er til staðar þá getur þú gert allt. Þannig að það þýðir ekki þótt sem er skeiðast og þú getur bara þjálfað hvernig sem er. Þú þarft að vanda þig við það líka. Þannig að mér finnst það bara haldast allt í hendur og það sýnir svona aðeins núna hvernig líka bara mérin er að geta riðið fyrsta skipti í 2 ár Hringvelli og fara í 6.50. Það sýnir svona aðeins karakter í henni. Líka svona, hún var svolítið til í þetta en ég fannst gaman að fá að komast inn á Hringvellin aftur, hún var svolítið ánægð með sig. Já, ég held það líka og einhvern veginn bara svona fannst gaman að skeiða og svona, þú veist, það er svona nokkur hluti sem kom aðeins óvart sem var ekki aðeins vanur en maður bara fann út af því og hún var til í verkefni og það var náttúrulega svaðalega gaman að koma og ríða inn í þessa gryfju sem að þessi Hringvöllur er og bara þvílík forréttindi og maður, það er bara ein tóm ánægja. Er öðruvísi að keppa á heimsmeistaramóti heldur en öðrum mótum? Sko ég er bara aðeins búinn að stilla mig þannig inn að þetta er bara annað mót. Það er bara, ég get alveg eins verið að keppa innanfélagsmóti í herði núna og sem væri bara alveg jafn stórt. Þannig að fyrir mér er þetta bara eins og öll önnur mót og ég bara hef gaman að keppa og hef gaman að keppa hérna líka. Þannig að það þýðir ekkert að setja eitthvað auka stress eða eitthvað út að maður er mættur hérna út á HM. Þetta er bara gaman og maður er ís út að þetta er gaman. Og við eigum ekki að fara að tapa ánægjunni núna út af að við erum mætt á eitthvað heimsmeistaramót og þannig að þetta er bara gaman. Þannig að suddinn í veðrinu, hann hefur náttúrulega hjálpað til við það að þetta var alveg eins og mót hérna á Íslandi. Já, við Íslendingar vorum alveg á heimavelli, það fór ekki að milli mála. Okkur leið bara vel í rigningunni og við vitum alveg hvernig það var að ríða í rigningu sem útlendingarnir eða sem búa erlendis er ekki kannski alveg klárir á en við kunnum það heima og þetta hjálpaði okkur bara. Við vorum bara fesk og þetta er bara gaman. Svona alveg að lokum eitt sem er kannski svona alltaf aðeins erfitt við þetta að vera í íslenska liðinu. Ertu eitthvað farin að hugsa út í mómenti þegar þú þarft að keyra í burtu og ykkar leiðir skilja? Maður var náttúrulega aðeins farin að pæla í gærkvöldi. Það kom aðeins í gær en það þýðir ekki að pæla í því núna. Hún fer bara í næstu viku og við klárum okkar mót. Það eru nokkri dagar í þetta. Maður fær að vera með inn og er að nostra við hana svona. En það verður náttúrulega mikill söknuður og maður er búinn að vera með sem er í 6 ár núna. Þannig að, og náttúrulega bara maður svona veit aldrei hvort maður kynni svona hrossi aftur en hún fer á frábæran stað þannig að maður veit að því og það er náttúrulega gott að vita að því að hún fara á svona góðan stað og þannig að það er svona bæði góð og vond tilfinning núna svona framöndan. Benedikt Ólafsson, innilega til hamingju og njóttu næstu daga. Takk hérlega fyrir það.